Réttarkerfið á að vera öllum skiljanlegt. Í True Crime Ísland farið yfir íslensk sakamál og rýnt í dómana þar að baki. Leitað svara við spurningum sem margir spyrja en fáir fá svör við. Velkomin kæri hlustundur. Ég heiti Kolka B. Hjalladóttir og þið eru að hlusta á True Crime Ísland. Ég heiti Anna Einarsdóttir og við erum lögfræðingar hjá Kratos. Og ég heiti Guðlaug Ásgeirsdóttir og þið eru að hlusta á seríu 1 sem heitir Karlmenn sem drepa karlmenn. Í True Crime Ísland förum við yfir sakamál, byggt á dómunum sjálfum. En á Íslandi eru dómar opinber gögn sem allir geta lesið á netinu. Við lesum þá alltaf á Fons Juris. Engar áhyggjur, ég er hér til að spyrja spurninga sem fólk veltir fyrir sér og öll nöfn í þessum þætti eru skálduð. Sæl Guðlaug. Sæl Kolka. Við erum bara 2 í dag. Já, við erum bara 2 í dag. Anna þurfti að fara að sinna öðru mikilvægum hlutum. Já, algjörlega. Sem betur fyrir erum við samt 3 af því við getum þá bara cover eitthvað aðra. En í dag er fyrsti þátturinn í lokaðri dagskrá. Velkomin. Welcome to the dark side. Nei, en þetta er ótrúlega spennandi og þetta er svo gaman að þetta er svona samfélag núna. Já, þetta er náttúrulega verið miklu minna, miklu kannski svona nánara. Og þá fær fólk þetta bara hrátt og beint í æð. Einmitt. Þetta verður allavega mjög skemmtilegt. Það er kannski aðeins öðruvísi stemming bara. Já. En við erum einmitt ekki upp á skrifstofu enn einu sinni. Já. En það er góð ástæða fyrir því samt. Af því að okkar bestu menn frá litaferli eru núna upp á skrifstofu á fullu að gera og græja til að koma skrifstofun í stand. En við segjum ykkur betur frá þessu öllu í næsta þætti. Af því að þá eru þeir búnir að gera allt og við sýnum ykkur, við tökum myndir fyrir og eftir og svona. En í þætti dagsins ætlum við að fjalla mál sem átti sér stað 8. desember 2019 í fjölbýlishúsi í Úlfarsárdalnum í Reykjavík. Já, þetta er svolítið flókið, þetta er tungubrjótur, þetta orð. Já, Úlfarsárdalur. Já. En í málinu höfðu 5 menn setið við drykkju frá föstudegi til sunnudags en á sunnudeginum slóst 7. maðurinn í hópinn. Sama dag barst lögreglu tilkynning að maður hafi fallið fram af svölum íbúðar á 3. hæð. En þegar lögregla mætti á vettvang lá maðurinn á bakinu fyrir neðan svalirnar og blóðpollur höfuð hans. Manst þú eftir þessu máli?